Hittu Alex, nútímafagmann sem var alltaf á fleygiferð, alltaf að reyna að taka réttu heilsukostina. Alex las miða, keypti líffrænd og valdi fitulitla valkosti og geymdi samviskusamlega í búrinu það sem virtist vera virki vellíðunar. Samt þrátt fyrir alla viðleinina, hélt óþægilegur sannleikur áfram. Alex leið stöðugt slappur, þjáðist af heilaþoku og átti í erfiðleikum með þráláta þyngdaraukningu. Þetta var ráðgjáta að gera allt rétt en líða alveg rangt. Ísskápur Alex var fullur af heilbrigðum, tilbúnum máltíðum, búrið stútfullt af auðguðum, morgungotni, próteinstöngum sem státuðu af náttúrulegum innihaldefnum og glútenfríum snarli. Hver einasti hlutur var vandlega valinn, oft á háu verði og lofaði lífskrafti og heilsu. En loforðin stóðu tóm, orkutap var títt, svefnin var órólegur og svo lífsgleði sem allir töluðu virtist alltaf vera óraunhæf. Alex var svekktur, sannfærður að vandamálið væri skortur á viljastyrk eða kannski einhver óþekkt erfðafræðileg tilhneiging. Eitt kvöldið, á meðan Alex var að skrunna marklaust, rakst hann á viðtal við næringarfræðing. Þetta snerist ekki að telja hitaeiningar eða ákveðið mataræði, heldur eitthvað mun grundvallarlegra. Næringarfræðingurinn talaði ekki bara ruslfæði, heldur gráðu, vinnslu matvæla. Það snerist ekki hvort matur innihéldi einhver góð innihaldefni, heldur hversu mikið hann hafi verið breyttur frá upprunalegu, náttúrulegu ástandi sínu. Þetta var fyrsta smávægilega breytingin á sjónarhorni Alex örlítið gat í virki pakkaðs heilbrigðis. Forvitinn fór Alex í djúpa rannsókn, kannaði matvælafræði, innihaldslista og sanna merkingu unninnar fæðu. Það sem kom í ljós var sláandi opinberun, snjöll flétta sem endurskilgreindi allt sem Alex hélt heilsu. Bragðið var ekki bara að forðast augljóst ruslfæði, það var að skilja að margar, heilbrigðar, pakkaðar vörur, jafnvel þær lífrænu, fitulitlu eða glútenfríu, voru enn mjög unnar. Þær voru hannaðar með földum sykri, óhollum fræolíum, kerfibræðefnum og rótvarnarefnum, allt saman snjallræðilega dulbúið eða markasett. Alex áttaði sig á því að heilsugeislinn sem mörg pakkað matvæli báru var blekking, flókin markaðsbrella. Líkaminn var ekki að bregðast, hann var einfaldlega að eiga í erfiðleikum með að þekkja og nýta þessi iðnaðarbreyttu efni sem sanna næringu. Raunverulega áskorunin var ekki að finna rétta pakkaða matinn, það var að átta sig á því að pakningin sjálf benti oft til vandamálsins. Snjalla innsýnin var ekki nýtt mataræðistrend, heldur afturhvarf til forunnar speki, matur í sínu einfaldasta, náttúrulegasta formi. Alex ákvað að fara í róttæka tilraun. Í einn mánuð voru allar pakkaðar vörur úti. Engin miðar til að lesa, engin innihaldefni til að skoða. Nýji innkaupalistinn var einfaldur, ferskir ávextir, litríkt grænmeti, magurt prótein, heilkorn eins og hafrar og hrísgrjón, hnetur og fræ. Fyrsta vikan var erfið að brjóta upp gamla vanur þægindana. En í annarri viku tók eitthvað djústætt að gerast. Heilaþokan hvarf, í staðinn kom skýrleiki sem Alex hafði ekki fundið í mörg ár. Orkumagnið jókst, ekki með skjálfta, heldur með stöðugum, varanlegum lífskrafti. Svefnin var dýpri, meira endurnærandi. Vogin tók hægt og rólega að hreyfast en mikilvægara var að spegilmynd Alex sýndi mannesku fulla af sannri heilsu. Sigurinn var ekki bara líkamlegur, hann var vitsmunalegur sigur skilnings yfir markaðssetningu. Alex áttaði sig á því að sanna leyndarmál heilsu fannst ekki í flóknum mataræði, dýrum fæðubótarefnum eða snjallræðilega hönnuðum pakkaðum vörum. Það fannst í óhagganlegum einfaldleika náttúrunnar sjálfrar. Síðan var kristalltær, líkamar okkar eru meistaraverk náttúrunnar, hannaðir til að þrífast á náttúrulegu eldsneyti. Fullkomin heilsuráð er ekki trikk eða flókin formúla, það er snjallt val að næra okkur með matins nálægt upprunalegu formi og mögulegt er. Þessi ferð kendi Alex að sönn vellíðan snýst ekki hvað pakningin segir, að hún sé heldur hvað maturinn í raun og veru er, hreinn, óbreyttur náttúrulegur matur. Þetta er kröftug áminning að stærsti bandamaður okkar í heilsu er oft einfaldasti sannleikurinn, falinn í fullu ljósi. Taktu áskorunina sjálfur, veldu alltaf náttúrulegan mat fram yfir unnin pakkaðan mat fyrir betri heilsu. Líkamyndin mun þakka þér. Ef saga Alex innblást þig, ýttu á lík takkan, deildu þessu myndbandi og gerðu áskrifandi að Íselandi hefur fyrir meiri innsýn í að lifa sannarleika heilbrigðu og fullnægjandi lífi. Hver er uppáhald náttúrulega maturinn þinn? Láttu okkur vita í athugasemdunum hér að neðan.